Verið hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn. Í dag er ég með umfeðming í vasanum. Í minni æsku þá var þetta kallað sykurblóma því að það var svo sætt ef maður borðaði blómin. Þátturinn mun einkennast svolítið af bæjarhátíðum, en fyrstar til mín í sófann eru komnar 2 ungar konur og ætla að segja okkur frá nýafstæðinni druslugöngu. Hjartanlega velkomnar, Embla og Elisabeth. Takk fyrir. Þið tókuð að ykkur að halda druslugöngun á Akureyri í ár. Hvernig gekk? Það gekk vel. Þetta er mikil vinna og það þarf að hugsa fyrir mörgu. En svona, þegar allt var upp í staði var þetta bara ágætt. Já. Ganga var gengin og allir voru glaðir. Já. Hvar var gengið? Frá Akureyrarkirkju. Já. Hófum hann á planinu þar og löbbuðum niður gilið. Lögreglan var svo indæl að loka gilinu fyrir okkur. Þannig að það var labbað þar niður og endað á torginu. Já, Ráðhústorginu. Já, það sem vorum búin að setja upp smá dagskrá. Já. Einhverja ræður eða? Já. Hilda Jana hélt ræðu. Já. Og síðan las hún Þorbjörg Una upp reynslusögu sem við fengum senda frá 34 ára gamalli akureyskri konu. Já. Sem hafði lent í kynferðislegu ofbeldi þá. Já. Af því þessi drusluganga er til að mótmæla. Sporna gegn þessu. Já. Skila skömminni aftur heim. Já. Og drusla er svolítið verið að vísa til að það á ekki að skipta máli hvort við klæðum okkur druslulega eða ekki. Þetta er gerandinn sem á að taka við skömminni, er það ekki? Jú. Ekki þolandinn. Og þetta byrjaði 2011, nú er 2018. Haldi ekki bara áfram? Ég vona það. Sérstaklega líka hér fyrir norðan. Það skiptir alveg máli að þetta sé svona dreifist alveg landsbyggðina. Til að vekja sem mesta svona athygli á þessu. Já. Er þetta mikið rætt í ykkar svona aldurshópi? Nú þið báðir í menntaskólanum, þú ert alveg að fara að klára og þú ert bara búin með 1 ár. Er þetta mikið svona, eru krakkar í dag meðvitaðir þetta? Meðvitaðir druslugönguna eða svona, þetta samfélag sem við búum í? Já, og þetta, kannski þessa kynjaslagsíðu eða brotaþoli versus gerandi og allt þetta. Er þetta rætt? Kannski bara svona bæði og. Það er alveg, þetta er alveg falið líka. Meira bak við tjöldin kannski. Já. Þannig að svona ganga til að vekja athygli á þessu, hún er þörf. Já. En það er samt kannski meira að tala við gerum okkur alveg grein fyrir að þú slærið mig í rassinn þegar ég er á djamminu, skilju. Já. Það er ekkert, við erum kannski aðeins, við látum kannski jafn mikið, ég veit ekki, yfir okkur ganga og var. Eða þú veist, normið er kannski búið að færast. Það held ég alveg örugglega. Þegar ég var ung þá, og í bókmenntum sem maður hefur lesið gegnum tíðina, þá var talað að maðurinn væri kvennamaður og kvennaljómi og nyti hilli kvenna, en svipaðar konur væru þá bara almannagjá og druslur og hórur. Þannig að þetta hefur verið svo lengi og þetta er svo fast kannski í samfélaginu, þannig að það þarf virkilega að hamra þetta málefni til að ná í gegn, er það ekki? Algjörlega. Og hvað haldið hafi mætt margir í gönguna? Hafið einhverja hugmynd? Ég á mjög erfitt með að gera mig grein fyrir því. Já, kannski svona 50 manns. Rúmlega, það er örugglega. Þetta var góður hópur sem svona dreifðist alveg svona eftir gilinu smá. Þannig að það var alveg... Fylltu vel upp í gilið á tímabili? Já, þú veist, fylltu vel upp þar sem við vorum að labba. Þannig að það gerði okkur alveg glaðar. Og voru veðurguðirnir með ykkur? Nei. Nei, það rigndi bara? Við vorum alveg vel blautar og kaldar eftir þetta, en það var þess virði. Já, það var líka bara sagt, þið grétum með málefninu. Já, heimlarnir grétum með málefninu. Í fyrra var einhver metþáttaka, var þá betra veður, eða hvað? Já, mjög gott veður. Ég held það. Já. Ég fór þá niður í bæ á dagskrána og það var bara sól. Er þetta alltaf á sama tíma á árinu, bæði Reykjavík, Akureyri og kannski allan heim? Vitið þið það? Ég veit ekki með heiminn, en það er allavega á sama tíma hér á Akureyri og í Reykjavík alltaf. Frábært stelpur. En þú sagði mér áðan að þú hefði svona gripið boltana þegar þú sem sá þetta, hún flutti elti ástina til Svíþjóðar, er það ekki rétt? Jú, það er rétt. Þið voru samstarfs, eða svona, unnu saman á kaffihúsi? Já, akkurat. Hún vildi bara halda þessu uppi og hún sagði alltaf að það sem mestu máli skipti er að gangan sé gengin. Það skiptir ekkert annað máli. Þannig að já, ég svolítið bara ákvað að taka þetta að mér og ég sé ekkert eftir því, sko. Það var glæsilegt hjá okkur. Og nú ertu búin að ganga í gegnum þetta einu sinni, þú ert kannski að fara að flytja burt, en munt þú ekki reyna að sjá til þess að þetta verði aftur á ári? Jú, ábyggilega. Færðu einhvern með þér í þetta? Ef ég legg í það. Jú, en þá er alveg margt sem að gera líka öðruvísi. Já, nú ertu búin að læra. Hvað er það helsta sem þú myndir vilja breyta, veistu?
kannski stærra teymi. Já, í undirbúningsteymið. Já, og kannski virkja fleiri. meira, þú veist, bara sem alltaf, þú veist, það er svo mikið, þú veist, á ungum stelpum sem að vinna og þú veist, sumar svona bara ekkert að taka þátt út af vinnu eða einhverju öðru. Er þetta eitthvað styrkt? Fáið einhverja peninga einhvers staðar? Eða er þetta algjört svona Við fengum þetta styrkjaformi málningar frá húsasmiðinni og frá Akureyrarstofu formi sviðsins að hljóðkerfisins og svo gáfu tónlistamennirnir vinnu sína. Stefán Elí, Villi Vandræðaskáld, Birkir Blær og Birna í Fjörð og ég veit ekki hvað sé og svo þetta hljóðmaðurinn okkar gaf líka þannig að styrkinni koma í formi sjálfboðavinnu. En svo til dæmis næst það á maður kannski bara að sækja styrk. Það var til dæmis eitt af því sem kannski. Og vera þá tímanleiði kannski, af því þetta tekur allt tíma. Mér finnst þetta bara frábært framtak hjá okkur. Takk kærlega fyrir að taka þetta að okkur og við skulum bara fjölmenna í gönguna á næsta ári. Er það ekki? Er það ekki svona skilaboðin? Jú. Takk kærlega fyrir komuna. Gangi vel.